Já, það held ég. Jæja, nú má segja með sanni, Danni, að það lengi vona einum. Við erum komin aftur. Já. Úr pásu. Já, og pásan var aðeins lengri. Já, það En við ýmislegt ætluðum. búið að ganga á upp í fyrirtækinu sem við vorum hjá. Já, sem hýstu okkur. Sem hýst okkur, Sín EHF. Já. En við erum komin á, ég ætla að leyfa mér að segja, betri stað. Já. Það er veður. Bar. Já, á Klappastíg. Á Klappastíg. Við erum í kjallaranum. Já. Við sitjum hérna í horninu. Það er opið uppi. Ég er búin að vera að horfa á fólk koma hérna niður á klósettið. Já. Þannig að þetta er svona lifandi. Þetta er lifandi. Það var einnig allir lífeyrisþegi að labba hérna niður á bað að pissa. Já. Og ef að við tökum pásu þá er það að þið erum að fara að hjálpa þeirri mannesku að standu. There you go. There you go. En þetta er ógeðslega gott að vera hérna. Mér líður strax betur. Já. Mér finnst þetta sko, ég ætla að segja bara svona til þess að fara rétt yfir, bara stikla á stóru. Ég sakna þess ekki að vera á Suðurlandsbraut. Nei. Bæði vegna þess að ég datt í það á Suðurlandsbraut í gær. Okay. Þannig ég er bara búið með þann skam. Ok, sko, hvar er hægt að detti í það á Suðurlandsbraut? Þú byrjar á Ólífa. Ólífa eða Ólífa. Já, það er þarna pizzastæður með einhver svona focaccia brauð sem að ég held eins og góðvinur okkar Ralf Sandsson sagði mögulega frosibrauð. Já, er það málið? Mögulega, ég veit það ekki. Nú er ég að segja bara, ég tek bara taka mig fyrir að vara mögulega. Þarna, en sko, þú veist að því að það er ekki þetta, það er þetta detti í það nokkru stöðum á Suðurlandsbraut. Þú getur dottið í það á Hilton, Aski. Svo getur líka dottið í það að þú fer aðeins niður í listihúsið á Suðurlandsbraut. Já, hinum megin yfir. Það er staður sem, haltir, sem heitir Indo eða Indio eða þú veist, þetta er eitthvað svona ítalskur / indverskur matur. Það kombo bara því að það byrjar á E og I eða, já, heitir eitthvað Indo, ekki eins og Indokort. Pizza á nanbrauði. Heldur eitthvað India, Indo. Ok, India, ég ætla ekki að dissa það fyrir henni prófa það. Ég prófaði það og ég ætla að dissa það. Ok, þá þarf ég ekki að fara. Þú veist, að því sögðu bara, þú veist, skrítið. Jú, ekki góðan hátt. Nei, þetta er bara skrítið mix. En sko þetta er smá körst húsnæði, það hefur einhvern veginn aldrei... Jói Fel er náttúrulega bara svona tvívegis búin að fara á hausinn þarna. Já. Hann byrjaði alltaf að mata litla hraunni. Hann elskar að fara á hausinn nákvæmlega þarna. Og núna er komin eitthvað nýtt. Já, en þetta er þarna, en þetta var alltaf ekki næst. En ég fer þarna Suðurlandsbraut og ég raun og verið fór yfir Eistað. Ég fór á Ólífa. Já, hvernig var? Ég fekk mig grappa. Strax við komi. Það er svolítið svona... Ég baði að lækka lýsinguna leið. Tónlistina? Tónlistin var í lagi. Lýsingin yfir meðalagi. Ég sé fyrir mig þeir sparku upp hurðinni. Og svo var, það var ógeðslega fyndið. Ég var að hitta 2 gamla vinkonur. Og þarna ég fer hann inn og sko nýkomin á vinnunni, bruna heim, skiptum föt, fer beint út og á rafmagnsbílnum sem var alveg að fara að missa rafmagnið líka. Það er stress líka. Það er gallið við þessar rafmagnsbíla. Já, ég bruna þarna og er í svona örlitlu uppnámi nema það að við mig blasir leiðlappinn svona, ég vil segja 50 manna hópur af einhvers konar strákum á aldrinum 15-16 sem ekki reynilega í fótbolta og þarna voru æfingu það voru þjálfararnir, þetta var svona lokahófið þeirra þetta voru þjálfararnir að fara í mestu framfærir leysins og veita velun og ég hef aldrei heyrt ég mikið eftir að þeir standa upp og ég sagði við þjónuskonuna því að það eru þurft að bíða alltaf lengi eftir mér sem maður með og ég segi bara, þið verða að setja þessa pítsur inn í ofn bara svona mjög vel áður en að þessi 50 manna klefi er að fara að sko að fá sinn mat pizzatilboð, afmælistilboð 20 pítsur. Það var ótrúlega fyndið, svo ég hef aldrei hitt ég mikið að svona þeir gáðu high five, svo kom bara high five og hana annar high five og það var svo, þeir voru svona fullkomið klapp. Það er svo, sko, ég fæ alltaf smá stress í hjartað þegar að einhver ætlar að gefa fæfið mig. Fyrsta lagi hvort að maður hitti, þú veist, og öðru lagi hversu gott smell er. Og við áttum mjög gott á það. Við áttum mjög gott. Ég var mjög stoltur. Ég horfði kringum mig alveg bara svona, heyrðu þetta? Það var enginn að fylgjast með eins og ég var að fylgjast með þessum herramönnum í íþróttafélaginu. Ég bjóst við bara að fagna. Sem ég ætla að gíska að þetta hafi verið Þróttur. Eða, þetta var auðvitað Þróttur. Segjum Þróttur. Miðað við svona hverfið og stemninguna. Já, þá. En að því sögðu, þá þarna svo fór ég Hilton og drakk einhverjum nokkra bjóra þar, labbaði svo heim, fekk mér 2 bjóra viðbót og þú veist, og hér er ég.
Sko, núna eru við náttúrulega með heilt sumar að baki sem að þyrfti sennilega 5 klukkutími að fara yfir. En við þurfum að stikla kannski á því. Við stiklum á stóru og mál fyrir mér, við getum stiklum á stóru en svona áður en að við förum í gegnum það sko, þá getum við aldrei byrja á sko okkar endurkomu sem að var sko, ég og þú vorum ekki búin að hittast, þá valla að tala saman nema svona einstaka hjarta á Instagram. Mér finnst það átt bara flott. Mér finnst það frábært og hittum svo fyrir tilvílum í Vestmannaeyjum. Já, það var hápunktur sumarsins, jafnvel, sko. Þarna vorum við í Vestmannaeyjum. Það var endurkoma. Sko, það var svo gaman, Svenni. Mér fannst svo gaman að sjá. Fannst þér ekki gott að hitta? Mér fannst geðveikt að hitta þig, svo alltaf. Sömuleiðis. En sérstaklega náttúrulega þegar svo langt síðan á undan því. En líka, mér fannst svo gaman að sjá, ég var í Eyjum, bara eitthvað að chilla, kærastu mín var í árgangsmóti. Fólk út á landi elskar að vera með reunions. Ekki bara landi, það er bara stór höfuðborgarsvæði líka sko. Ég hef ekki farið í eitt reunion úr Garðaskóla. Ég hef búin að fara í sko allt og mörg reunion. Ok, þannig að kannski ætti ég að endurorða þetta og segja Garðaskóli hatar að vera með reunion. Já. En ég líka hýrt þetta á sem ég samt alveg í lagi, því að þú veist, þetta er alveg bara, ég ætla bara að þakka kærlega fyrir árgangi minn, 86 árgang í Hjallaskóla, en ég held að við þurfum að fara að slaufa þessu. Ég þarf ekki að hitta þetta fólk flónóton. Nei, sko, aftur. Af því ekkert. Þetta er yndislegt fólk, við ekki vænt þau. Já. Margir vinir mínir þarna, en þú veist, ég þarf ekki að smóltökka einu sinni ári. Já, ég meina, Akureyri, þau hittast þarna bara. Þau hittast líka alltaf. Nei, sko, 5 ára frestið eitthvað. Nei. Já. Og þú veist, það er örugglega ógeðslega gaman, sko. En það er náttúrulega bara ákveðið reunion á götubarnum yfir höfuð. Já. Alltaf. Þannig að já, og þau eru með þetta í Vestmannaeyjum, þau kallar þetta árgangsmót. Já. En þetta var stórt árgangsmót, þetta var ekki bara þau, það voru hópar. Þetta eru 5 ára, 5 ára á milli, sem sagt, árgangar með 5 ára á milli eru öll mætt til Vestmannaeyja. Þannig að ég var svona svolítið bara mættur sem +1, eitthvað að hangsa Vestmannaeyjum og þú veist, mjög kósí, en það er ekki til betri tilfinning en að vera einn á einhverju eyju, opna síman, fara á Insta, ít á story hjá Sven og sjá Svenna í Herjólf. Sjá Herjólfinn. Þú bara á leiðinni. Galvaskur. Og ég var bara, yes! Bara, er Sven að koma? Óvænt fyrir mér. Og ég heyri í þér, þú veist þetta ekkert sofinn. Nei, ég lendi frá New York, mæti, fyrir Herjólf, detti í það, var til 3 nótt. Já, gera það betur. Hugsa sér. Sko, ég hitti bara beint á þig, förum að Brothers, förum að ég Guinness, svo ert þú að fara að borða á dill. Nei, Slippin segi ég. Og á meðan fór ég í árgangsmót, sem að, þú veist, vera maki í árgangsmóti. Já, og líka, má ég spyrja einu, það er líka, nú er smá, þú veist, það er aldursmunur á milli ykkar. Já. Líka. Já. Ég ætla ekki að segja töluverðir, en hann er. Hann er ágætur. Þannig að fara í árgangsmót líka, sko, eitt er að sé þarna, nú er ég alvöru, þú veist, að þetta gæti mögulega komið fyrir mig, að ég byrja að hitta einhvern herramann sem er 20 árum yngri og ég er bara mættur á árgangsmót með árgerð 2022. Já, eftir einhvern tíma, ekki núna. Ég er að tala já, eftir einhvern tíma. Mikilvægt. Nei, sko, ég var hérna gamli, með krökkunum. Nei, og sko það vandræðarlega er, þú veist, ég veit það ekki, þú veist, nú er ég í hljómsveit og það voru þannig að hún er grúppi basically, og það voru svo nokkri gaurar, þú veist, sem að hlusta á hana og svona, þannig að þú veist, þetta var orðið þannig að ég var ekki bara eldri, heldur var þetta orðið svona hei, syngdu þetta lag eitthvað, og þannig að þetta var það líka og ég að vera svona þannig að þú varst gamli kallinn í hljómsveitinni þetta er stereotýpa ég var bara í Greifunum ég var í grafík þetta er Felix Bergsson í Greifunum ég var í grafík mættur þarna og þau bara hei, taktu stál og hnífur og ég bara varstu byrjum það var spurt hvort ég vildi taka mitt lag Bye Bye Honey eða eitthvað svona og ég bara eitthvað, en þannig að það var líka svona ofan á hitt
en svo líka bara svona engahúmórin, kennararnir, haha, mannstu þessum og hann eða, ég var eiginlega drepast. Og þú svona á sama aldri og kennararnir allt í góðu. Ángríns, fór heim með einum kennararnir Er það? Nei, það hefur verið gaman. En svo þú veist, og svo ég bara að heyra í þér. Það þoka yfir mér. Svo var ég að heyra í þér á fullu, bara eitthvað, hvernig hjá þér? Þú veist, mér langaði svo að fara að hitta þér. Já, því að þá var ég komið nóg af þessari matagerð á Slipnum, sem var frábær. Já, þú varst ánægð með hana. Já, þetta geggjað. Já, þetta mjög gott. Og þetta var frábært og þarna fekk ég einhver svona hámeiri sem ég tók 1 bita af og gæti ekki meir. Þorskhaus. Nei, við fórum í þetta nýjuréttapartí og þetta var bara ótrúlega gaman og frábært. En máli að ég byrja að blanda víni með. Og þegar ótrúlega satt að þá ég ekki það mikið svona matarkvöðsín típa. Þú veist, ég úðus í mig, svo vil ég fá bara annað glas, svo vil ég fara í síkó á einhverjum tímpunkti. Við viljum bara hafa gaman. Já, þannig að lúan og eftir taktu getur oft verið bara svona svipað moment, ef ekki betra fyrir mér. En stemningin samt, og stemningin var til staðar þarna. Seinasta sumarið og þetta var næst síðasta helgi líka. Þannig að það var alveg, þú veist, það var skítaflót og stemmari. En ég byrja að senda þig þegar svona matseilinu hálfnær, þá byrja að senda bara svona, erum við ekki bara að fara að hittast og þarna fara aftur á bróðisbröðri og fá okkur bjór. Það var gaman. Svo gerist það að ég fæ allt í einu sendingu, allt í einu kemur eitt þjóðnin og segir, Svenni, you have some fans. Wow. Og ég bara, what? 2 fennibranka fyrir mig og samfélkinguna sem var með mér. Þú varst með þarna pólitískri konu. Já. Og þarna og ég bara horfið í kringum mig og ég sé allt í einu bara par þarna sem að lyfta upp skoti og við bara mætum auga til auga. Og ég hugsa, hver þetta? Og ég bara, þegar að hugsa, hver að senda mér? Og hvernig þekkið þau? Í hvaða partí hefði verið á trúna með þeim? Hvernig vita þau? Mögulega þetta fólk sem að ég hef einmitt einhvern veginn hitt einhvers þeirri partí og þau hefur svona opnað hjarta sitt við mig. Gamalt trúnó? Gamalt trúnó. Hvernig vita þau að þú fílaði fernet? Gæti þetta verið gamalt hotboy. Fuckboy. One of knows. Hot fuckboy. Yes. En hann var hérna í sambandi með kærusinu sinni, þannig ég var búin að útiloka allt og ég gefst upp og ég lappa og ég hugsa, heyrði, ég ætla bara að lappa á borðinu og spyrja bara, takk fyrir fennibranka en hver eru þið? Já, það er bara svona. Heyrði, þá eru þetta bara diggi hlustundur okkar. Syndasela fólk. Já. Mætt á slipin, af hverju? Jú, þau heyrðu okkur tala um það hér. Einmitt. Og fóru allar til Vestmannaeyja, takk fyrir pent. Og hittu þig. Hittu mig fyrir tilviljun, ég er nýbúin að hitta þig í raun fyrir tilviljun. Já. Við erum búin að tala um að endurvíkja þáttun aftur, ekki endurvíkja, koma úr pásu. Já, bara koma úr sumafríi. Koma úr löngu sumafríi. Já. Og þarna hvað gerist? Hitti þau, heyrðu þið, ég var með þeim til 3 nóttina. Já. Þau voru helviti skemmtileg. Já. Og sko við ekki bara vorum við að chilla með þeim, við fórum heim til einhvers með þeim. Fórum heim til eins sem á einhver hús þarna og hann sýndi okkur húsið og sýndi okkur mínibarinn og klósettið. Já, klósettið sem er eitthvað svona stólinn frá Fríðu frænku og bara þú veist, fengum the whole show. Fengum the grand whore. Og þar chilluðu það, en svo fórum við á Lundan. Lundin. Okkar bar. Ertu búin að heyra sögusagnir um það að sé svona vændis hóruhús á efri hæðinni? Já, þegar ég spyr svona hvar, þú veist, hverjar, þú veist, já. Nei, það er ekki sjens að það sé satt, sko. Nei, en mér sé þetta samt sem áður, sko, fyrir mér, þetta er Lundin að vera bæði vændishús, kasínó, sem það er, náttúrulega, og söpubar. Innismókur-ish. Já. Svalið. Þannig að ég, bara, þú veist, ef við ætlum einhvern veginn að líkileysa þetta allt saman, Lundin. Ég var að heyra að Lundin væri að mala gull líka. Já. Að það gengi bara rosalega vel hjá Lundanum. Já. Og ég trúi því. Þetta er, þú veist, það fara allir þarna Vestmannaeyjum, þarna er sjóarinn, þarna er einhver að kaupa vændi mögulega. Já, þarna er allir flokkar í BVF, bæði handbolta og fótbolta. Já, og sjálfstæðis og framsókn. Já, það er ekki eitt kommunist þarna inni.
Nei, sennilega ekki, nema kannski... Og það ástæðan fyrir því að hann gengur vel. Nema kannski vændiskonan kýs kannski pírata. En þú veist, þetta staður sem hefur allt, ég fór þetta líka á... Mér finnst það mjög líklegt. Já, ég fór þetta á Þjóðhátíð líka. Það fór þetta sunna sig að stýra þessu. Ég fór líka á Þjóðhátíð og það var bara stappa, fólk bara blekað að kaupa koktela sem eru svona risa pintuglasi, bláir, með klökum. Fyrsta skipti sem ég fekk Blue Moon koktel. Það var á Lundanum. Það er líka drikkur sem heitir Sjóari, sem er blár, sko. Allavega þessi staður er eitthvað annað. Nei, Blue Moon fekk ég á þarna eins að kalda. Já, hinum megin. Þá fekk ég mig steik og Blue Moon. Það var Blue Carragó, eða þarna. Já, Blue Carasá. Og Sprite. Blue Carasá, vodka, sítróna. Seta litin. Blue Carasá, vodka og Sprite. Já. Þetta er bara eitthvað sem fólk getur gert heima. Eiginlega ekki sem fylgta klukkum, svona mínum með maklam klukkum. Já, svona döngluðum. Svona 3 banana klaka. En svo fekk ég sítrónu. Já, garnish. Garnish. Það verður að vera, sko. Já, Blue Moon. Fallegur tótt líka. Ljós, blokk. Ég man ekki hvað er í Sjóaranum á Lundanum, ég þarf að komast að því, en þar er einmitt eitthvað svona Mickey Finns blá. Það er brjósviði. Það er viðbjóður, sko. En við allavega endur þarna, en svo var ég byrjað að tala um einhverja konu þarna sem var að koma á organsmóti og ég fann bara, því að ég var ekki með gleraugun mín þetta kvöld, og ég fann bara hvernig ég var bara tilegri. Já. Og þannig að það var leggja. En ég endist í 3. Mér finnst það bara mjög flott, lengur en ég. Og eiginlega ósofin, þannig ég var eiginlega komin á sólarhring 2. Pældi í þessu. Án þess að nota einhvers konar örvandi efni. Sem mér finnst aldrei flott. Þú veist sem ekki hetja. Ég veit það, ég er stemningsmaður. Já. Það er það. Og mætti til Eyja. Mætti til Vestmannaeyja sem er orka út af fyrir sig. Algjörlega. Og sérstaklega þetta var líka, það var svo fallegt veðrið. Þannig innsiglingin er fallegasta innsiglingi heimi þú að fara þarna inn. En það sem að gerist líka er að þegar svona gott veður út af þessu organsmóti þá var smá þjóðhátíðarstemning. Mikið af fólki. Þannig að þegar ég mæti að Bróðs Brúri þá er eitthvað svona árgangur, ég ætla að segja árgangur 72. 53 ára gammalt fólk. Það hefur verið 71, það var 5 ára milli. 71, ég var nærriði, 54 ára gammalt fólk, slag í 60, sem var að taka bara Hey Kanína á Dada Disco hátalara. Á Dada Disco? Já. Vá, hann er náttúrulega Eyjamaður, okkar maður. Og tengdapappið minn. En ég minni ekki mín að Dada Disco nefnilega er að hann hangir á, hann getur labbað svo er hann með svona þarna svona rísa hátalara sem er eins og bakpóki. Hann er... Og röltur Hann er basically þannig, eins og þegar hann er heima og svona, þá lappar hann með rísastóran hátalara. Hvert sem hann fer. Þarna sem heitir, hvað heitir þessi hátalara? Eitthvað svona soundbox. Soundbox, já. Þegar soundboxi var þarna fyrir utan. Og hann mætir með þetta hvert einasta herbergi blastandi músík. Það er stemningsmaður. Þetta er stemningsból. En öll þessi stemning, hún daldi kyrriði mig upp. Algjörlega. Þannig að ég þurfti ekkert að leggja mig meira. Af því að planið var alltaf að fara að leggja mig og fara svo á borða. En þetta var alveg gaman í okkur. Við þurfum að hafa sérþátt einhvern tíma í Vestmannaeyjum fyrir Vestmannaeyja. Því ég er búin að vera mjög mikið í Vestmannaeyjum í sumar. Ég geti farið yfir alla þessa staði og verið að rýna. Þetta verður alltaf efrið hennar Lundanum. Og þetta þarf að vera helsta sem hóruhúsið er á Lundanum. Já. Hóruhæðin, HH. Og þar getum við farið yfir þetta. Því annars fer allir þátturinn. Sunna Pírati er að stýra málum, þannig hún kemur í við. Joke, en að því sögðu, þá þarna ég, já, þetta er samt eiginlega bara, þú veist, annars er bara sumurum mitt búið að vera ekkert grálagslega. Ekki? Viðbreytt, ég er búin að vinna rosa mikið, ég er bara búin að vinna. Já, en þá ertu mættu til Baltim og... Já, sem er alltaf brjálaðislega mikið að gera. Ég var í Baltimore í síðustu viku, ég fór að steikhús, svona Old Grands, bara svona gamla, heri á styrum. Heri á styrum? Og þarna erum við að tala að að okkar maður sem er á heri, þú veist, hann mætti mér, Heiðar Haukur, Heiðar Nei, Þráin, Hákon, whatever, allavega kemur. Hringið inn. Já. Leðilega geti ekki verið með það lengur. Já, þegar við erum þetta er smá fyrsti þátturinn okkar í raun. Þráttur þetta sé þáttur í nýju umhverfi, vegna þess að, þú veist, við erum ekki með hringinn. Nei. Ég veit
og það sem að gaf mér smá kraft þarna oft, það var sko, ég vissi að það var leigubílstjóri sem var alltaf að hlusta á okkur og gæti alltaf stilt inn sem að töluðu oft það, sem voru að skutla okkur sko. Þannig að við erum að móta Við erum, þetta er endurfæðing, þetta er Phoenix og líka bara til að mála myndina eins og ég sagði, við erum hérna á veður neðra hæðinni, það er alveg músík hérna uppi sko. og það heyrist Svo tók líka smá langa tíma fyrir að taka þetta upp, að setja upp allt. Já, þú veist svona að koma fyrir. Þannig ég drakk, já, við fengum gesti. Þannig ég er búin að fá mig til því að drekka, þannig ég er líka smá í glasi. Já, eftir ólífupartíð. Eftir ólífupartíð. En sko, ef að fólk heyri músík, þá er það því að það er tónlist á efra hæðinni, að því að bara til þess að við séum fullkomið gegnsæði, þá er klukkan 4 á föstudags eftirmiðdegi. Þannig að hundsið músíkina, en það er líka bara stemming. Ég finnst það kósí. Ég er að fá mér Nikka viski, ég ætla að fá mér eitt. Já, ég boði Raps Svanssonar og okkar besta mann og svo líka bara mun það gerast núna að það mun kannski heyrast tónlist en það mun kannski líka koma lífeyrisþegar frá klóstið. En ef að Svenni hverfur þá er hann að hjálpa einhverjum gauðir að miða. Þú varst komin hérna bara á séns uppi áðan þegar við fórum hérna yfir að hæðina. Já. Þá varstu bara komin í einhver gamlan séns. Já, þar hitti ég gamla fastakuna á Kaffi Ólífur. Já. Þegar ég var að vinna á Kaffi Ólífur árið 2005 þá var eitt fastakesti sem átti snirti fyrir verslun í bænum og fyrir mér var hann 100 ára þá, hann er svona 109 ára núna. Þú spurðir, hvað segirðu, hvernig hefur það? Já, þannig sko ég var að reyna að segja ekki hefur það. Nei, hann sagði, sko, já, þú varst svona ég var svona, þú veist, ég er svona ætlaði bara svona og svo segir hann öskra á okkur, vantar ykkur athyglisstráka? Já. Og ég og svo sagði ykkur, nei, og svona, ok, varst næs. Hvernig hefur það? Ég er lifandi. Já, að lýsa þessu fyrir ykkur, þá er þetta í raun og verið samkynniður Kristján Jóhannsson. Já. Þú veist, þá er ég að tala um sko, í sko útliti. Óperusöngur. Nei, í útliti. Ég er að segja það, já. Hann er þarna vel klæddur, en þú veist, það er alveg farið að telja árin, en situr þarna með eina rauðinsflösku fyrir sjálfa sig og byrjar að kalla vantar ykkur allir stráka. Já, hvernig hefur það? Ég lifi. Hann sko bara svona, minnst það svo heiðarlegt svar. Já, svona 4 krabbameinu setna. Já, bara ég er rétt svo lifandi. En þessi maður, hann var því ég er að vinna á Kaffi Ólífur árið 2005, ég og Goggi og Kalda og fleiri legend. Og við erum að vinna þarna og hann er að mætur hvernig meinsti og drakk hvítvín og læsti bara snirti yfir búðinni. Á meðan? Já. Bara setti lás, drakk kannski flösku af hvítvíni, opnaði svo búðin aftur og það var bara hans, þetta var bara vettlöns í orðsinspilsku. Þú veist, það var ekki verið að fá sér, þú veist, steik og annað, það var bara, þú veist, hvítvínsflaska, pása, klukkutími, opna aftur. En svo náttúrulega gæti alveg gæst að hann kom líka eftir en bara loka búðinni og þá þú settis hann á þarna og á þessum tíma var sko fyrir þau sem ekki vita og þá var Kaffi Ólífur var svona aðal grand partybarinn. Þú veist, það var þetta að fara út að borða þarna. Þetta var svona Copacabana. Já, þetta var 2005 6-7 módel af bara þú veist bara party, þetta var mojito algjörlega út öll eyri og okkar maður í snirti veru versluninni og svo var hann orðinlega ágengin á mig. Þú veist, þannig er ég hann var það bara rétt áðan basically. Já, þannig er ég 19 ára og við hattum datt einhver og valla komin út úr skapnum sko. Hann hræðaði aftur inn. Já, og sko var alltaf að bjóða mér, hann átti einhverju íbúðin á Laugaveginum og alltaf að bjóða mér í heitapottin. Hvenær ætlar eitthvað með heitapottin? Ég væri reyndar sjúklega til núna að fara í heitapottin hjá honum, bara við tveir og getum tjekka á honum Já, líka þegar hann hefur enga getu til þess að sko ég held að við getum ráðið við hann. Já, ég hugsa það og ég hugsa alveg að maður hefði alveg getið gert það á tíma en þetta var en þá var svo enda þetta því að hann var sko komin einhvern veginn að náða hann í símanúmerið mitt og var byrjað að ringi, ég var í FB þannig og hann náði þú sér hann þig núna hérna bara. Ég veit það, mér svo gaman að þetta sýnir það að ég lít nákvæmlega út og þú átt smá staði í hans hjarta. Ég ástaði hjartans en málist, þetta er yndislegur maður hann var bara svona barking on the wrong dog smá drikkjukall kannski. Já, og líka, þú veist, hann var byrjað að ringi mig og svona,
Nei, svaraður. Ég veist, ég sá bara eitthvað númer. Já. Það var bara í FB á leiðinni, þú veist, þessi örfáu tímar sem ég mætti í FB. Þannig að það náði mér þar. Já. Það er ótrúlegt. Já, en þá skammaði hann, sko. Þá mann ég að, sko, Goggi á Kalda og fleiri, við tókum Goggi bara kom, Trooper, og segði bara ekki hringja aftur í Svenna. Að því sögðu, þessi gæi sem ég var að tala hann er alveg, þú veist, hann meinti vel. Hann var bara veði á rangan hest. Ég hef alveg lent í típum, sko, þú veist, á djaminu og kannski eftirpartíum sem, þú veist, eru kannski svolítið ágengir og kannski smá, þú veist, það mætti segja creepy, en, þú veist, á sama tíma eru þeir bara að láta reyna. Þú veist, þeir eru bara að tjekka. Þeir skora sem þora. Svolítið þannig. Það er þannig. Og þú veist, þannig að, og að því að ég er ekki til í það, þá hugsa maður, Ég hugsa oft, sko, ef ég væri með fettis fyrir eldri herramannum eins og þessi fyrirverandi eigandi snyrtivöru verslunar á Laugavegi að þá hefði verið og væri rosa gaman hjá mér. Já. Þú veist, bara svona, ég er bara mitt forte er bara að sofa hjá eldri og það er bara vel eldri mönnum. Það væri svo mikið að gera hjá þér. Og þá væri ég bara stöðugt í og ég væri mögulega búin að gifta mig til fjárs á heiðarlegan hátt. Og skilja. Tvívegis. Já. 50-50. Já, þú veist, eins og ég segi, maður hefur, maður hugsa sko, vákvæmt eitthvað creepy, en svo er maður svona, heyrðu, maðurinn er bara að reyna við mann. Þú veist, það má alveg, kannski annað að hringja í mentaskóla. Já, svo er kannski annað að hringja í, þú veist, því að þarna sko, ég er ekki orðinn 20, ég er að segja það. Ég er tján, þú veist, ég er táningur. Ég endaði einu svona fyrir ofan þarna bar 40 á hverju skutinni? Já, bar 46. Þá endaði ég nú aðna með Sigga Popper svo góð. Það var alveg agalegt lið sko. Það var eftir að setja heima í honum á efstu hæðinni fyrir ofan barinn. Og ég meina þú veist, hann lét vaða. Hann var alltaf að láta unga herrmenn fyrsta sig. Já, hann fyrst lét vaða á mig og bara svona, þú veist, má bjóða þær í fyrst. Já. Hann er hortað hendur, hann sagði einhvern veginn við mig að þegar hann var alltaf að koma kjúpar, þegar ég var ekki að kjúpar í gamla dag. Það kom hann og hann sagði alltaf, fallegar hendur. Þá horfði hann sko, í staðan fyrir þú veist eins og sumir horfa á unguna eða sumir horfa á rass eða annað, bara hendur. Já. Þá var það sko upp á það sko hvort það væri fyrstlegar hendur. Já, sko. Og þú, Dani, gæti verið með fyrstlega hendur. Ég er ekki með stórar hendur. Nei, en það eru svona petit og fallegar þannig að þú gætir fyrstað vel. Þannig að hann hefur ekki vilja stóra fyrstendi. Nei, þú vilt væntanlega svona, þú vilt ekki Bjarnaben krumlur. Nei, hann myndi ekki gera gott í fyrst heiminum. Nei. Nema þá einhver svona Berlínabangsa. Já, Berlínabangsa í Berlín. Sko, já, sko, hann bara, þú veist, lét vaða, reyndi, þú veist. Skora sem þóra. Ég sagði, nei takk. Og hann sagði bara flott skilur við. Og eftir á var ég eitthvað svona, þú veit það er mikið creep. En svo var ég bara, heyrðu, maðurinn var bara að reyna. Þú veist, má ekki reyna. Þú veist, spurja. Það er minnst að mega. Segð bara aftur, skora sem þóra. Þeir skora sem þóra, fiska sem róa. Fiska sem róa. There you go. Þú getur dorgað. Já. Mjögulega ekki fyrir ykkur. Það er alltaf að rýma. Dorga og borga. Þú getur dorgað eða borga. Þú veist að spyrja mig þarna hjónaskilnað. Já. Við vorum eitthvað, Heyrðu, skilnaðir. Það er skilnaðar alltaf. Núna kemur það. Núna er það að hellast yfir. Það gerist greinilega á sumrin. Sko haust. Já, en þá kannski skilnaðurinn að ganga svona alveg svona þá er verið að skrifa undir pappírana. Það kannski byrjar á vorin. Partíið er í maí. Já. Júní. Já, þá kikkar þetta almennilega inn. Þá er bara, nú erum við bara að taka pásu, nú er bara þú frá í viku. Sko, en má líka með skilnaðina að þú veist, já, það umræðan fyrir í gang í maí, skilnaðurinn fyrir á stað í júní, fólk er ekki byrjað að hösla annað fólk fyrir í september, október. Þá er það, þú veist, byrjað að líða þægilega með að... Kannski mögulega búin að vera einhverju suppusleik og kalda. Já, mestalagi, en núna er það komið á smitten. Já. Og ég fekk að skoða smitten í gær hjá... Einum fráskildum. Einni fráskildri. Já, ég fekk að sjá Gaura. KFK, að skoða KK. Og markaðurinn eftir því, eða? Shit. Það eru svo margir hann inni. Hún var með 400 likes eða eitthvað svona. Já. Hún var á free trial, sko. Á Smitten Pro. Hún er ekki búin að gera upp hugsin hvort hún ætla að ganga frá þessari greiðslu eða ekki. Nei, en hún var að sýna mér gaurana, sko. Og margir mjög flottir, sko. Já, ok. Þetta er alveg bara held ég fýtt vettvangur
að pikka upp menn Já. Og svo eru sumir náttúrulega þú veist í ruglinu, skilur mig, eins og gengur að gerist eitt sem ég tók eftir þú veist, nú voru nokkri sem voru kannski skráðir 42 ára þú veist, lúkkuðu kannski fyrir að vera alveg svona 60. Já, það er náttúrulega eitt sem að er þú bara færið sopa bara. Já, ég fæk mér sopa vatni eins og ég væri bara í Silfri Egils að fara að ræða þetta Já, ræðum. Þegar ég hef skoðun á þessu Já. Og það sem ég hef skoðun á og það er þarna ég sko nú er ég 39, ég er að vera 40 eftir ár. Ég ætla bara að segja það núna, þú lítur betur út heldur en allir á smitten. Og ég get í raun og veru sagt það staðfærslega vitandi það að ég lít út fyrir að vera 32-3. Nei, án gríns. Já. Og ekki bara út af klæðnaði. Nei, bara, þú veist, líka bara skincare is everything. Skincare og hár. Hár, ég er náttúrulega hárlínu í lagi. En máli er að svo er þetta líka sko að halda sér bara ungum og vera feskur. Ég er að horfa á nokkra vini mína sem er að sko mér er gangi í gegnum hennan sko blús að vera að skilja núna, þú veist, að vera fertur, búin að vera í sambandi í 20 ár og nú er bara að koma að því að þetta samband sem var dautt kannski í byrjun er bara algjörlega liðindur lok og nú á að fara að byrja nýjan kafla í sín lífi. Já. Fariði, ef hárlínan er komin í fokk, fariði til Turkey. Láttu laga þetta. Það er svo geggjað. Lagaði þetta. Já. Farðu og settu smá sprautu í þig. Það er ekki það dýrt. Ef allt er byrjað að fara til fjandans, láttu aðeins slappu. Farðu til Ozempic eða bara fara þú veist eða bara fara að hreyfa náðu þér bara í þannig pakka fyrir sjálfa þig að þú ert ekki að vera fertur og lítur út fyrir að vera 62 ára gamall bókasfræðingur. Það eru allt og margir herramenn á mínum aldri og þegar ég segi allt og margir, ég er að tala um 90% af mönnum á mínum aldri líta út fyrir að vera max 15 árum eldri eða líta út. Og veistu það, ég tek ekki þátt í þessu. Nei. Og ég hik ekki við að skamma þess að vinna mína. Ekki meðvirkur með þessu. Ekki meðvirkur með þessu og ég hik ekki við að láta það vita. Ég hik ekki við að láta það vita og ég segi, það var einn vinur minn daginn sem ég ætla að kalla Rögnvaldur og ég sagði Rögnvaldur, sem hann heitir í raun. Nei, ég sagði þarna Rögnvaldur, ekki láta þetta eins og, þú veist, lífið þitt er ekki, þetta líf sem þú átt er ekki liðindulok. Nei. Nú þarf þetta að taka á því Rögnvaldur. Röggi minn. Og gera eitthvað í þessu. Sko, þetta er samt alveg rétt. Þetta er ekki erfitt í dag. Nei. Ok, segjum 1990. Já. Þá var eina sem þú hafði var að fara út að hlaupa, lyfta lóðum og vona það besta. Já. En núna, ok, segjum að hárið fari í fokk. Ein fram og tilbaka ferð til með Einari Bárða sem eru sko með, hann Einar Bárða er með sætaferðir. Já. Þú getur bara skráðið bara í ferð, bara hópferð. Já. Og vá, allir skallarnir í vélinni. Allir og líka heimferðin, ég held að það er skemmtileg. Þú fluffuð það myndi að horfa yfir og ég veit það. Svo held ég að heimferðin sé góða líka. Það er allir svona óbúslega rauðir. Og þá svona, eru svona litli svona, hvað er þetta, mauralappir svona upp. Vá, það er gerð. En sko, þú getur farið að nefið. En ég meina það er hægt að gera eitthvað í þessu og það er engin afsökun að líta ekki vel út í dag. Þú getur farið til Istanbul, ódýrt. Þú getur farið á TikTok, skrifið bara inn hair transplant, hair whatever, Turkey. Það er fólk að taka upp bara vídeo, bara komið með mér. Þetta er bara Einari Bárða á Instagram eða Facebook eða hvar sem er, eða Smitten ef hann er þar. Attið hann á Smitten. Og farið græði hár og svo getur þið farið heim og ef þið nenni ekki ræktina þá getur þið meira að sprauta einhverju eða farið einhverja erma aðgerð, hvað þetta heitir það. Já, en svo er hægt að fara einhver svona hópferðir og Úlfarsfell og hafa næstar sem er náttúrulega, ég mæli mest með því náttúrulega. Já, og eitthvað svona ná smá lit í andlitið. En ég bara segja að sko, þú ert alveg búin að gefa svo er það líka, sko, ef þú lappar inn á bar bara með allri vinningu, bar eins og Kaldi sem er hérna beint á móti þar sem við sitjum. Óvinnur. Nei, ég held það, en ég hugsaði sér ríkur. Ég hugsaði sér einhvers konar tölvupósta fyrst sjarmirandi að það sé bar á móti öðrum bar og það sé svona og það er einhvers konar ríkur fallegur ríkur, segjum fallegur. En að fara þangað á þú veist, laugardagskvöldi þú veist, ef það væri ekki ef þessi herramenn var ekki með sixpensera hvað er með það líka ég og vin sem að misti hárið mjög ungur og hann var fyrstur til að fá sér sixpensera þú veist,
þetta er svo vont lúk, sko, sixpensara típurnar sem fara á kalda 35 ára og komnir í 50 já. Í Burberry, hvað heitir þetta hérna? Burberry-jakkan eins og þau séu bara nýkomnir að bara einhverju veiði í Skotlandi sko, með sixpensaran hella kollvig, bumbuna úti að hitta Smith & Date. Þetta er agalegt og hér í þessum tölu orðum er eldri borgari að lappa niður. Við fengum eina niður á klóstið. En hún leit vel út þessi. Hún leit mjög vel út. Við vonum að tala ekki íslensku. Topp málum, alltaf lagi. Já, ég er bara hrós. En sko, ég tek undir þetta með þannig faraldur, af því að líka ég sá þetta í gær. Smitten, hún sýndi mér þessa gaura og var bara, þessi maður er ekki 42, skiljum. Þannig að þetta við búum bara í þannig heimi að það er auðvelt að redda þessu. Já, og það er líka sko, það er þetta að fá sér sko happy moment sem eru gerlar til þess að losna við. Þannig að ef þið langar að hanga á hverfisbarnum dag eftir dag, þá getur þið fengið happy moment. Hverfisbarnum? Bara þú veist hvaða hverfisbar sem ég er. Já, ég held að þetta er gamla góða. Já, nei, bara hverfisbarnum þínum, bara local pub. Já, local, Arabar. Þá getur þið fengið happy moment. Þetta er einskið á dag. Þetta eru gerlar. Hvað er þetta? Þetta losar í raun og veru bara, þetta losar sörgerlar, þú veist, þetta bara tekur fituna og bara, þú veist, you wash away. Og einu sann, hvað heitir þetta? Happy Mammoth. Happy Mammoth. Við þurfum að fá spons. There you go. Við ætlum að byrja á þessu. Ég er á þessu. Ok, og bara, finnst þér, ég líti vel út eða ekki? Þú getur glæsilega. There you go, Happy Mammoth. En ég er að taka ábyrgð. Já, ég er að segja það. Skilur þú hvað ég meina? Þetta er alltaf þín eigin ábyrgð og þú ákveður hvort þú gefst upp eða ekki og ég segi bara ekki gefast upp. Ekki dirfast. Ekki dirfast í einu sekund. Sérstaklega ekki að það er á Smitten. Já, og sérstaklega það þarf að fara líka, sko, af því að eitt er að gefast upp og vera í ómengju sem hjónabandi og búa einhverstur í Grafovogi og halda með fjölni. Og sko, og vera bara svona viku eftir viku alltaf að hitta fellow foreldra á einhverju íþróttamótum. Svo fer ég bara heim til konunar í þessu ómyggjusum sambandi og mögulega, þú veist, fær viðkomandi sér vændiskonu einu svona ári í einhverju viðskiptaferð. Svona leggst á konuna 2 ári eins og skjaldbaka, 2 pump, búið. Og þú veist, en ég meina þá er allt í lagi að leyfa sér að vera ekki í lagi. En að þú ætlar að fara í þetta ferli sem við erum að kalla núna mæferlið. Mæferlið. Það er sko skilnaður að borðhúsheng. Já. Og þú ætlar að fara þannig inn. Það er mæ, það byrja að byrta vel. Ég segi kannski aprílferli frekar, þú veist, svo kemur mæ. En það er alltaf að byrja að byrta. Það er algjörlega undir þér komið hvort að þú ætlir að láta vinkonu þína á Smitten gera grína sér eða bara að taka ábyrgð á þessu og fara bara á allt þetta. Hári í græslu, einari borða, Happy Mammoth gerlar, örlítil botox-sprauta, hreyfa þig eða botox eða, nei, hvað heitir það? Þú veist, allt þetta, en ég meina, þú veist, þetta er bara undir þér komið hvort að þú ætlir, þegar þú skrifar svo undir þessa pappíra í september. Ég múið september, oktober síðasalegi. Já, líða fyrir jólum. Þú vilt vonandi klára þetta í september, skilnaðin. Já, til þess að geta oft haustfagnaðin eftir. En þá viltu vera komin á þann stað að þegar þú kvittar undir að þú getur hort í speil og hugsað, vá, ég kom með nýtt hár, ég kom með nýja tennur, ég lít vel út, Happy Mammoth er að virka. Eina borða er bara spýdæjal hjá mér. Nú kem ég hárlínan er komin. Nú kem ég heimur. Eiður Smári, gott dæmi. Já, sem er. Búin að taka ábyrgð. Tók ábyrgð. Kom með hárlínu. Komin í hárlínu. Búin að fá svo Happy Mammoth. Já, ég meina, já. Og drekkur eins og skepna. Let's go. Og næsti gestur, jafnvel. Já. Heyri í honum. Já, ég sko, Smitten er víst, sko, þetta er ekki auglýsing náttúrulega, en þú veist, þar eru bara allir á Íslandi. Já, er Tinder? Túristar á Tinder. T.O.T. Okay. Túristar á Tinder. Þannig ef að þú ert að leita útlensku kjöti. Já, og það er ekki, það er sko þrennskonar atriði þar. Það eru bandaríska konur, kínverska konur og þýska lesbur. Já, þær eru sem eru alltaf íslenska hestin. Það er Íslenski hestur ég get sagt það bara
og svo náttúrulega þegar íslenski hesturinn fer út þá má hann ekki koma aftur. En það ekki fleiri þjóðir í boði þá Tinder. En flott fyrir það sem að... Ég aldrei fara á smitten, sko. Nei. Er það fyrir því geis? Góð spurning. Tjekkum á því. Hringið inn aftur. Sjáðu, þarna vantar. Nei, fólk hringir bara í okkur, sko, þú veist, nokkru dögum eftir þáttinn, þá hringir það. Já. Eða sendir skilabóð. Þá getur það tekið síman. En þarna sumarið, mér langar að... Já, förum aðeins yfir. Tökum smá pásu og förum svo í sumarið. Ok. Þá eru komin aftur. Og eftir smá pásu. Á veður. Já. Hér líður okkur vel. Já. Og neðri hæðinni, við komum að geggja að drikka á hann. Já. Svangvíti. Já, Svangvít gerðan. Svangvít. Sko, málum aðeins myndina, sem sagt Símon og Svangvít eru hjón. Já, þú veist, ekki hjón, þau eru par. Já. Í mínu hjarta eru þau hjón. Já. Þau eru svona... Það hjónasvipur með þeim, þau eru aðstöndi kynlíf. Og þau eru ástfangin. Já, og eru par. Og saman. Og reka bar saman. Og reka þennan bar. Eða eigan. Eigan. Já. Og þetta sko, við erum hérna ekki bara fyrir einhverja tilviljun. Skilur við erum hérna því að við fílum þau og við fílum hana bar. Sko, við erum hérna fyrst og fremst að þau okkur vandaði stúdíu. Já, en við hefum getað verið hvað sem í heiminu. Ég veit það. En við viljum veður. Við viljum veður og líka því að, sko, ég var að segja við þig áðan að það sem að einkennir dálítið Símon og Svangvíti að það er væp yfir þeim sem ég hef aldrei séð á Íslandi. Nei. Og það þú veist, þau gætu átt einhvern bar í Berlín. Já. Í einhvers konar hverfi, þú veist, Krátsberg eða hvaða hverfi sem þetta heitir. Já, bara eitthvað hipp. Eitthvað hipp og cool og flott hverfi, þar sem eitthvað par eiga bar saman og eru eftir því. Já. Eru líka mætt, þetta ekki svona Íslendingurinn sem reyna að græða og vera með marga rekstra eitthvað blei. Þetta svona, það hjarta, þau eru hérna, þau vilja vera hérna, þau eru að gera geggjaðar hluti og þetta svona hjartaðir í þessu, skilur mig. Þetta ekki, veist hvað ég meina með Íslendingin sem svona, já, ég ætla að byrja þetta með sjoppu og ég ætla að græða á sjoppu. Já, ég ætla að selja SS-pilsur og hafa það næs. Og ég ætla að græða á henni. Já, en þau eru hérna út af því að þetta eru, ég menn hérna var bara Símon á hann þegar ég löpum hérna nýr, þá var Símon bara þetta gafferkiteipi yfir eitthvað. Þannig alveg að fara að mála og vonandi gerist það, en vonandi ekki heldur. Svo var hann að skúra þetta, en svo líka bara koktelarnir góðir og stemmingin. Það er 100% heiðarleiki yfir þessu og það er það sem vantar, vegna þess að oftar en ekki, þegar íslenski vertar opna veitingastað á Íslandi eða bar, þá einhver svona rúmkeppni sem á að vera einhver svona þemi. Við getum nefnt bar eins og Monkeys, sem átt að vera einhver svona Peru / japansk matagerð. Það hefur ekki sést á þessum matseli from day one. Miami, Jesús minn. Miami, ég fór 2 sinnum inn á Miami. Já. Og það var eingöngu vegna þess að ég var að fara í eitthvað partí sem ég þurfti að mæti. Annars var ég með alveg svona, ég fer ekki að inn. Sko, að því leið og að koma inn einhver svona brjálæðisleg stemning fyrir því að búa til einhver þema og sérstaklega búa til einhvers konar Versace þemapartí eins og sér það lappinn í 1984 veislu það sem að Versace sko að fara sko að nauðga öllum herramönnum og smita það með alnæmi að þá verður stemningin eftir því. Spot on. Og það var stemningin á Miami og verður stemningin á mikið af þessum þemabörum sem að opna oftar en ekki á Íslandi. Og svona því meira og sko því aggressívera sem þemað því meira sem að það fyrir all in í þemað og sko áleika óheðlan hátt sko, eitt væri ef þetta væri ef að sko herramaðurinn sem átti þarna í verslaunina hérna á Laugavegi sem ég var að tala um á sem var að bjóða mér heitapottin ef að hann myndi búa til bara leðurbar þá væri það bara on brand fyrir hann. Ekki spurning. Algjörlega. Því að það, sko, ef þú ætlar að búa til einhver svona stemningu, það verður að vera einhver heiðarleiki. Þú getur ekki verið bara með einhver ljósari krullur og opna einhvern bar og hugsa, nú ætlum ég að búa til Miami. En sko, leðurbar á sama tíma líka eitthvað sem að til, sko. Já. Og það er þemi. Og það er þemi. En svo sko til önnur þemu eins og mér finnst gott að mér vera Dúfnahólar D10 staðurinn, Dúfnahólar 10, manstu? Sem að var
niður á Lækjartorgi og þarna var hann lifði þú veist, í raun og veru, hann var í nokkur ár miða við, hvað þetta var hæðilegt já, að þetta var nefnilega hryllingur við labbarinn inn og það átti að vera svona svo eftirparti heim með einhverjum, það var rúm það var rúm þú veist, og maður var bara eitthvað hvað var, af hverju fyrir við ekki bara á Irishman pub eða veðu Irishman, bara sem að gengur upp fáum okkur bara sæti og spjöllum en ef við horfum á sko Irishman til þess, þetta er bara sem að þeir Irishman eru svo leikmynd algjörlega, í raun og veru, hann var bara strippað niður þessi staður Irish bar hann var kortur í að vera fókheldur og svo bara fara Arnar, Logi og Kó þeir fara út til New York og kaupa bara inn barinn ég ætla að fá hérna eitt bar tilbúð og þetta er smábarinn sem hafi verið búin til leikmynd fyrir eitthvað og mjög velhönnu leikmynd nei, og mjög flott og þeir farið bara í bar IKEA en hvað gerist, þeir leifa sem ég held að sé ekki alveg lengur í boði þeir leiðu inn í smók eftir vakt og annað og hvað hefur það skilað? Það hefur skilað sér að þessi staður er í dag ekta ef ég myndi ekki vita betur og ég verið ferðamaður í Íslandi og ég myndi lappa inn á Irishman sem er alveg in a way ákveðin þemabar já, írskur pub þú veist á Íslandi er þemabar í raun og veru ekki spurning ég myndi halda að þessi bar er búin að vera hérna í 40 ár út af við erum að tala um þessi bar var sko 2019 eða 18 út af lyktinni út af þessum inni smók og þú veist, ég er sem sammálaður og svona ákveðin skítafíla af trúbóturunum mögulega, þú veist, sem að fara sumir ekki stund, ég veit ekki hann er búin að pissa á sig já, og ég hef líka pissað á mig þarna já, hver hefur ekki pissað á Ægir og Víkingur er búin að hanga í ljósakrónu þarna algjörlega sem er bæðið út í Berlín og ég bara, þú veist, slaka til að heyra sögur sko, góðvinnur okkar beggja, Víkingur farið varlega í Berlín ekki koma heim í Kargó já, mér finnst það geggja motto í lífinu. Það er svo gott viðmið, bara fyrir ferðalag. Ekki bara heim. Mamma sagði þetta alltaf. Já, mamma, já. Hún sagði bara alltaf því ég var að fara í þessar brjáluðu fyllirisferðir sem að er þetta að telli upp á svo marg bara 10 ferða í gegnum tíðina þá hringdi mamma eða sendi SMS og sagði ekki koma heim í Kargó. Já. Og ég leiði eftir því, þannig ég krossa alveg línu upp að Kargó. Þú hefur oftast bara komið heim í 36E. Já, einhverju sæti bara svona. Eða nýlega kannski 2A. 2A stundum. Djöfull var gaman að fara í first class þannig daginn maður. Já. Þegar þú varst að trýta mig í Toronto. Heyrðu, Toronto, það var gaman líka. Það var svo fallegt að ég lendi náttúrulega hliðin á pappa æskuvina míns. Já. Það er ekki gott í 5 klukkutíma. Nei, en hann var sem ekki það tjætti, þannig að þú alveg náður að já, svona létt spjall að því ég er svo meðvirkur og þú hefði bara farið að halda lofti fyrir hann bara Danni kom með mig til Toronto eins og mögulega þeir sem hafa fylgst með þætti 5 mánuðum áður að þeir að Danni fór með mér í ferð til Toronto og fyrir einhverju tilviljun að það var konan fyrsta frían, hún er að taka mannin sem með og þau eru foreldra æskuvina þín sem að þú veist ég misti skjössanlega samband við. En ég var svo meðvirkur að því ég sá leið að því að ég held að þau sé ekki að hlusta hana þátt þannig ég ætla bara að leiða mér að tala. Nei, let's go, sko. Hann virtist og held ég ekki sérstaklega skemmtilegu maður. Nei. Ég sá það bara leið. Ég þori ekki að segja hvað hann gerir, en ég get sagt ykkur að það sem hann vinnur við er það sem allir leiðilegi menn vinnur við. Sem er eitthvað svona hugbúnað fræðingur. Nálægt. Endurskoðandi. Tölvunarfræðingur, endurskoðandi. Heyrðu, allavega, skiptir ekki máli, það sem að gerist er að hann flygur þetta út, en máli þegar þau eru vonað og hún er indisleg. Hún er geggjuð. Og hún var það alltaf því ég var krakki, sko. Sú er smart. En hann var alltaf svolítið talandi að halda sér. Hún talandi að halda ég vona að þessi kall viti í máli. En talandi að hann mætti gera betur. Þarna má hann rífa sig í gang þó að sig ekki bara til þess að virða konuna. En hún heldur sér í formi, hann gerði betur. En það sem að gerist er að ég er að vinna og þannig að ég fari ekki alveg fram úr sjálfum mér hérna og þá er ég svona að vinna og ég sé að það er að verða einhver svona samtalaðan til og fyrst þú segi, já ok, Danni er bara eins og hann er geggjaður, þú veist, hún er að taka manni sem með þannig að hann er bara eitthvað að heilsa. Svo er eitthvað svona að ég sé að það er svona að komið aðeins dýpri inn í þetta. Og þetta er sko aðurum fyrir mig í loftið, take off og ég hugsa, já nei þeir þekkjast, þannig að eðlilega verið í forvitin. Rétt árum fyrir loftið þá sé að þeir eru að tala saman og ég hugsa shit þeir þekkjast og hann er ekki skemmtilegur sem maður og Danni er að fara að sitja í 5 tíma. Já, ég var svo stressaður. En þessi herramaður var bara mjög fljótur að sitja á sig einhver eyrnadól og hann hafði mikið áhuga. En þú flestir nokkra
Johnny Walker Black, hann fór ég var hrifinn af því. Hann fór að sína mér Negroni sem hann hefur gert heima hjá sér. Já, ok, það er reyndar allt í lagi. Nei, ég veit það, en sko en mér fannst það bara svo cute sko, þegar svona veiði félagarnir hans voru alltaf að keppast hver gerir besta Negroni. Þetta er bara svona, þú veist, og hann var svona að sína mig það og ég svona, já, og svo tók við sko ferð af okkur. Ég er samt alveg óbærilegt. Að forðast hann í hótellobbyinu. Já. Þannig að það var ákveðin dans. Já, það var smá dans. Sérstaklega þegar við vorum að öðruvísi sólarhring. Já. Já, við vorum... En djöfull var gaman. Þetta var ógeðslega gaman og að vera í first class er eitthvað annað, sko. Og núna... Sérstaklega first class með Sven, af því að þar færðu þjónustu. Þar færðu þjónustu upp á 10. Johnny Walker Black. En svo tók sumari við og sko, eins og ég segi... Hvað ertu búin að vera að gera þannig í sumar fyrir utan það að láta reka þig? Já, sko, það byrjaði með því, sko, ef ég fer eðans yfir þetta. Ég fór til Nashville að spila. Fórst til Nashville? Tókum gig í Nashville og hefur þú farið til Nashville, Sven? Nei, ég er ekki búin að fá þarna í flugþangað. Og mér langar helst ekki að fara þangað. Farið þangað. Þetta er áhugavert. Ok. Þetta er jambær, döðans. Já, er ekki samt bara, þetta er bara ein jamgata sem heitir Broadway. Já, en svo er sko hipp, eitthvað, austur hver íst, Nashville íst. Það er sko cool barirni. Ok. Og svo er þú veist laugavegur, náttúrulega bara eins og laugavegur hér og whatever, skilur. Og það er bara mjög áhugavert eins og í stoppi, fullkomið. Sko, ég er búin að heyra sko að því að það er þetta að fá 2 nótt að þarna, stopp. Svo er líka sumir fá bara 1 nótt. Og það er aðeins svo mikið. Þá bara lenda við, fara aðeins, tekka og annað. En það er einn félag minn, hann sagði, það er nóg fyrir maður að fara þarna einu sinni og þetta er smá eins og þessi aðalgata í Nashville. Hún er steikt. Er smá eins og gangandi þjóð. Þetta er bara einhver herramaður og kona á mögulega þeim aldrei sem að kona sem var labbaði hérna í stíðan, elli lífeyrisstigi, í toppformi, en dauður hádegi. Já. Af einhver svona ódrykkju og já. Þannig er þetta bara opið allar sólarhringina? Já, nei, sko þú veist þetta verður bara brútal, mjög mikið live músík og svona coverböndum og margra hæða og svona, þetta er smá eins og svona Vegas, það er svona þannig skilt út allt og mjög mikil upplifun að ég fór bara einu sinni þangað í drykk. En svo var maður bara þessi hljóðfærabúðirnar og svo er austur hverfi. Já, þetta er alltaf mekka fyrir það. Tónlistar. Og þetta er einhvers konar, þú veist, hann þarna í þessari leiðilegu hljómsveit íslensku Kalli og þú veist, hann býr þarna. Já, þeir hafa við þarna eitthvað og Kings of Leon og eitthvað svona. Já, Kings of Leon og eitthvað. Mér leiðist þetta allt nefnilega. Þannig að þetta er ekkert fyrir mig. Nei, algjörlega. En sko, borginni sem, hún er bara, það er rosalega gaman að vera það. Og þú veist, við vorum bara komnir fyrsta kvöldi og þá var bara strax eitthvað krú, bara eitthvað, öskurt og götu, svona djamstemming, sama hvar þú ert. Ekki bara í þessari Broadway-götu sem er að. Því ég held að það geti mögulega verið einhvern stemningin fyrir margt fólk sem er að fara þarna í tóta, að fara bara þangað. Ég fæ spott frá þér þegar ég fer þarna. Þetta er aðal sko stekkjunar og gæsunar. Já, takk. Þetta er aðal sko stekkjunar og gæsunar. Já, þarna fæ ég ofnæmi leið. Já. En gaman að fara, ég var líka bara í 3 daga eða eitthvað. Þið voru að spila það? Við vorum að spila líka og það var mjög gaman og cool, sem sagt, öllu venjunir ég bara helgaferð í Nashville bara mælum við. Svo kíkti ég hans í Porto, það var kæróferð og það er kannski... Porto og Portugal. Já, Portugal. Ok, Porto. Að ég segja þér? Já. Við fórum á Pastel de Nata námskeið. Pastel de Nata er svona lítill desert sem að fólk kaupir sem með kaffi. Já. Svona þú veist eitthvað, bakstursnámskeið eitthvað stuð. Eitthvað það maður að gera, skilur við. Og þarna... Þurftur að... Þetta var 1,5 tími sem við fórum þarna. Þið flög allaleg til Porto til að svara námskeið. Ekki til þess. Hún, sko kærastan, hún er svolítið svona plana eitthvað. Ok, já, hafa eitthvað fyrirstafni. Og ég er plana ekkert. Já. En ég mæti, skilur við. Ok, ég er smá ósammála, af því þú Toronto, þú varst mjög duglegur. Að borða, já. Já, að borða. Ég er að tala um, en að fara námskeið, en ok, já. Eitthvað sem tekist ekki því að borða að drekka. Ég hefði skallað þig ef þú hefði verið út í Toronto og sagt, Svenni, ég er búin að finna
pasta námskeið. Nei, þetta heitir pasta altenata, þeir sem viti. En það var mjög kósí námskeið. Okay. Bara, þú veist, það var líka að vera eitthvað að drekka þarna eitthvað stuð, whatever, og kynnast einhverjum öðru fólki og námskeið. Okay. En nema hvað... Hvernig var meðalaldurinn? Hann hefur verið kannski svona 30. Ok. En næsta borð var svona 60. En nema hvað, að það var þarna ungstelpa að kenna þetta. Svo þarna förum við heim eftir námskeið og ég fer á Instagram. Hver ekki búinn að followa mig á Instagram? Kennarinn á námskeiði? Nei. Hann eða hún? Skiptir ekki máli. Hún. Og kærastan var ekki sátt. Skiljanlega. Þetta, sko, ef að, ok, hypothetically, ef það voru þannig að þú hefðir orðið hrifin af kennarinnum, þá væri þetta mögulegast ekki sem að hún kærastinn. Sem hún bókaði? Bara hérna bókaði ferð til þess að Danni var ástvökin af einhvers konar desertkennara. Einhver bakstuskennara. En hvað, er þið vinnur Instagram með það? Heyrðu, þú veist, já, ég var eitthvað... Fyrst þú bara beint, nei, ekki follow back. Nei, ég sagði eitthvað, hei, ég er svo saklaus. Hélstu að hún væri bara að followa, bara að þetta væri svona markalaus kennari sem að followa bara alla. Nei, sko, af því að þú veist, við spjöllum að þess að eftir þetta, frá Íslandi, típiska eitthvað, Íslandi og lalala. Og ég var, sko, ég er í alvörunni ógeðslega clueless, þú veist það. Já. Og ég var bara eitthvað, já, ég meina, kannski við ætlum bara eitthvað, ekki gott á Íslandi. En það sem kærastan gerði er að hún followaði hana sem svona passive-aggressive move. Ok. Flott síðan þá er bara búið að unfollowa öruglega, sko. En þetta gerði ferðina. Þú veist, mátt hann alveg segja það. Já, ekki mín típa. Nei. Svolítið, sko, snoppufríð en svolítið þykk. Það er hvað að meina. Ok. Það er ekki fer. Þannig að það var yfirþyngd. Já, eða svona læra yfirþyngd. Þykk læri, sko. Okay. Veist, og þú veist hvernig ég er, skilur þú veist, ég meina... Það er líka, sko, þú ert það petit. Það má ekkert meira mikið. Ég er að segja það. Þú er stærra. Ég myndi kapna. Já, það er það sem ég hugsa alltaf. Einu sinni man ég eftir að það var ein stelpa í smá yfirþyngd, sæt, yfirþyngd samt að reyna við þig og ég hugsaði ef það gæti orðið einhver þessu það gæti orðið til þess að ég sé að fara að jarða morða gáleysi í Fossvoginum Daniel var góðu drengur hann fór bara hann réðst ekki í garðin þar sem var lægstur hann fór í sleik og rekst ekki í garðin þar sem var lægstur og kapnaði og hvíl í friði ok, gott alltaf Portugal þannig að það gerði mína ferð það var gaman. Það var ógeðslega gaman og ég mælu með geggjaði matur og drykkur og fullkomin svona paraferð. Ég verð líka að segja það, ég talandi um paraferð og þetta og það er bara að éta. Og það að hún hafi sko verið, ég held að sé ekkert sko, það er ekki góð paraferð nema að sé örlítil afbrýðsum með þetta líka. Auðvitað. Sem verður til þess að það kyndir einhvað upp. Já, smá tilfinning. Já, og einmitt að adda á móti. Bara hér ég miklu sætari. Já. Nei, já, ég meina það stuð og smá flóðhiti. En aftur, þeir skora sem þóra og ég er ánægð með það. Hún, sem sagt, að fara til Porto í paraferð er mjög gott, borða og éta toppmál. Ok. Svo fór ég nýlega til Boston. Já, að spila. Það er mjög fest í minni. Já. Ég var eiginlega bara að koma þannig. Og það var... Boston er góð borg. Góð borg? Upp á sporgi mín. Það? Já, svona með þeim í Bandaríkjunum. Spurði ég þig ekki um eitthvað, en sko það var eiginlega ekki tími til að gera raskat. Sko. Já, þetta er Mekka Irish pubs. Já. Og þar er ég alltaf í bestu málum. Geðveikt, sko. Góðu Guinness, góðu dænerar. Ég ætla að henda strax í shoutout eður í Boston, því að ég veit að það er mikið af flugfröðum og flugmönnum og bara sem er að hlusta. Þannig að bara komdu mér á Boston. South Street Diner, það getur til ykkur 24/7 Diners. Yes. Já, við fórum eftir gig klukkan var bara miðnætti eða eitthvað og við vorum bara fá okkur bjór og borða sveittan diner mat ógeðslega næs þannig að, en sko gigið var gott vel sótt, ekki stuð og þannig að svo fórum við í þátt við vorum með viðtal í NBC The Peacock fyrirtækið sjálft. Þetta var það steiktasta sem ég farið í gegnum. Við fórum hana, mættum bara þú og Kitty? Ég og Kitty fórum í viðtalið, en þau komum öll með. Báðum með star presence. Kitty sérstaklega. Ég þarf að senda þetta viðtal. Þetta var svo steikt. Sko Kitty, sem er með þér í hljómsveitinni,
Super Serious. Já, toppmaður. Hann þannig típa að hann lappar einhvers stað fram hjá manni og það svona gustar á hann. Hann fucking nettur, sko. Já, hann geggjaður, sko. Hann kom daginn, ég búin að fljúga hann út tvisvar núna eða eitthvað. Já. Ég held að það verið fyrir Kaupmannahöfn eitthvað, þá kemur hann í byrðingunni og hann lappar inn og ég fann bara svona star presence. Já, hint af hroka og svita, samt snirtileika þetta og mér langar strax að klifra upp á þig. Algjörlega, og hann hefur þessi áhrif á konur, sko. Já, og bara alla. Við leið og hann situr ykkur stað og ef hann horfir á mig það bara ég vil sofa þér. Algjörlega, og það ógeðslega cool, sko. Það engin tilviljun hjá honum hvað sem hann gerir. Hann með hattinn og glerun og hárið og svona skeið og þetta svona allt eins og þetta sé svolítið stressatúr. Það er allt eins og þetta sé svolítið hent fram en svo bara, hann veit alveg hvernig að gera, hann flottur. Nema hvað, hann með mér í þessu viðtali. Við förum þarna NBC og þetta bara eins og í bíómynd, ángríns, nú ég bara Íslendingur, bara eins og í bíómyndum. Það var milljón skjáir og tölvur, eins og fólk bara að finna nýjustu fréttina og fórum eitthvað allir á lágmarkslaunum. Ég spurði eina gæluna, hvað ætli svona þáttastjórnandi sé að fá borga? Hún eitthvað, já, fer svolítið eftir, sko, en ef þú ert nafn þá kannski eitthvað, en ef þú vilt þetta meira en þau vilja þig, þá ekki mikið. Þannig að þau vinna svolítið með egoið, náttúrulega. Þetta grænt. Eins og fjölmiðla fyrirtæki í Íslandi gera. Einmitt, ergo sín. En nema hvað að við förum hann á baksis og svo þetta morgun þáttur, þetta hádegis-þáttur, 2 gælur, ógeðslega hressar, svona hey, this is Good Morning America, og svo svona alveg live, bara einhver svona. Þetta var korter á undan. Já, þeir náttúrulega eru þar. Því annars hefði ég verið bara eitthvað release the Epstein files, en ég gat það ekki. Og við förum hérna og þær eru með hana þátt og það með svona prompter. Það sem að textin kemur. Þetta útvarp eða ekki? Þetta sjónvarp. Varst í sjónvarp? Ég var í NBC. Af hverju ertu ekki að láta mig vita þessu og get ég fengið klippa á þessu leið? Já. Og setja það inn og synda? Þú getur séð þess að klippa einhvers staðar. Ég ekki búin að þóra að horfa sjálfur. Ég ætla að horfa. Já, endilega. Þetta náttúrulega var alveg djók, sko. Baksviss ánum fórum, þá vorum við bara eitthvað, hvað svona típiska Íslands rungið sem við getum djókað með? Ok, hvalir, álfar og the Icelandic dating app. Ok, sem sagt Íslendingabók. Já. og við, af því að við vorum eitthvað, hvernig getum við gert þetta bara eitthvað bull, svo þetta sé ekki bara eitthvað venjulegt spjall eitthvað. Og svo förum við og þær byrja bara eitthvað, oh my god, how does the Icelandic culture infuse in your music, bla bla. Þannig ég hefði stamað leið. Nei, ég bara eitthvað, Kitty? Bara strax. Og Kitty fór eitthvað að reyna að svara, þetta besti Kitty. Og svo kom einhver önnur álíka spurning og eitthvað svona Icelandic myths, eða ég man ekki hvernig það komu. Og ég eitthvað, já, álfarnir og svo náttúrulega, erum við með þetta íslenska dating app, sko, sem við notum alltaf, sem búið að redda Kitta mjög oft, sko, fyrir hotna eitthvað. Já, eðlilega. Og það eitthvað, oh my god, really, ok. Og svo kom eitthvað annað og það einu sem ég man að hafa sagt það. Svo kom í lokin, þá voru eitthvað, what's your handle, svona, what's your at, á social media? What's your at, eitthvað, og ég eitthvað, oh yeah, og svo at super serious, og svo myndi ég ekki hvernig maður að segja undirstrik, eða og ég eitthvað, sem eitthvað svona lower mark eða whatever. Underscore, allavega, og ég eitthvað, og ég myndi það ekki, þannig ég segi, fuck. Og svo sérst á mér að ég er svona, og ég horfi svona, og ég horfi á einhvern, og ég bara strax bara, eitthvað, ef ég gera þetta aftur, og þá eru þær byrjað að segja, takk fyrir komuna, og seinast það sem heyrist í þessu viðtali ég eitthvað svona, is it over, or is it, og svo klippast þetta. Það er skildu áhorf núna. Ég er að fara, ég er sem að taka leigubíl, ég er að fara í spilakvöld inn í Kópavogi. Þú ert að fara í kórahverfið. Ég ætla að taka leigubíl. Og ég ætla að horfa á þetta þar. Ég er með link, en ég geti prófað það þegar í stuðu. NBC, Boston, bara super serious. Ok, bara get ekki byggð. Svo sko... En hvernig, og svo, ég meina, hvað var þetta, þú veist, er þetta ekki svona, þú veist, að þetta eru svona þættir, að því að aðtilskáðu Bandaríkjamanna þetta er mjög
lítil og raun og verið bara, þú veist, áhörundur sínar. Þetta það er bara, þú veist, þú átt bara 5 mínútur og það er bara kert út. Meira þess að 3 eða eitthvað og þú veist, það var ekki 1 millisekunda dauð, af því þær voru bara þetta er óbærilegt. Þetta er mjög erfitt en svo prompterinn þeirra, það stóð sko, það er rókslega góðar í að orða hvað stóð honum og svo stóð ógeðslega oft adlib það sem að þú veist, þær þurftu þá að fyll inn í sem þær gerðu listalega vel. Sem er bara mjög flott sko. Það var ógeðslega pró sko. Svo fór ég og eitthvað, see you tonight eitthvað, og það er eitthvað ok, heitir það sko. En svo var það gaman sko, svo fikkum við alls svona skilabóð á Instagram eitthvað, I just saw your segment on NBC. Já, fólk að horfa. Þetta var örgulega stærsta við þessa ferð var þetta NBC segment sko. En svo var gigið kvöldi og það gekk bara vel og það var bara topp ferð sko. Og það sem stendur upp úr matalega séð er dinerinn að sjálfsögðu. Fór á flottan írskan pub sem var heldur góður og svo það er samloka á dinerinnum sem er til allstaðar sem heitir Rubens. Við reyndum hérna. Nei, er þetta keðja? Þetta er ekki keðja. Þessi diner hefur verið í bíómyndum sko. Hann hefur verið í Equalizer með Denzel Washington og alls konar þáttum. Uppáhaldsblökkumæður minn. Ángríns, flottur blökkumæður. Og svo einhverju þáttum líka. En Rubens, eða í Bandaríkjunum einhver staðar á dinerum og sjáðu Rubens á menu, þá er það samloka sem þið ætla að panta ykkur. Þetta er ógeðslega. Ég er að fara til Boston í næsta mánuði. Í alveg? Já. Ég laka svo til fyrir þínu. Og ég ætla líka að senda á þig eitthvað svona sniðuð sko. Ég er sem að líka detta alltaf í kvöldi og fara þarna árið fyrir að sofa. Það er hvað ég meina. Að þetta er 24/7. Að því ég nenni oft ekki, þú veist, að fara daginn eftir. Ef ég, þú veist, tek nokkur drikki, búm, fara þangað, fá mér egg og bacon fyrir svefn. Wow. Þarna var líka eldri kona. More coffee sugar. Sem er bara Boston. More coffee. Ég fór daginn á talað dænir af því að þú smitaði mig af því að í Toronto þá náður að búa til smá fetti sem mér sem gladdi mér svo mikið sem þú smitaði mig þarna influencer það er svo dænirar og það er að því að sko Bandaríkin hafa ekkert margt sameiginlegt þú veist það er fylkin í Bandaríkinum hafa ofta þetta er bara sirkur löndin átt en það sem þau hafa samt öll fylkin í Bandaríkinum hafa samlegt eru dænirar það er rétt og írskir pubbar já, þú fyrir samt ekki í Suðuríkjunum og Irish pub sko. Góð punktur. Dænirar eru það sem að saminar þetta er eina held ég sem að saminar Bandaríkin eru dænirar að mörgu leiti held ég 100%. Og kannski svo bara svona lélegt lið en það er annar mál þannig að ég fekk þetta þennan svona brjálæslega áhuga og það er einn hot co-pilot það eru nokkri hot co-pilots sem ég er búin að fljúga með það var einn hot co-pilot líka sem að tók mig með eftir við fórum út í New York tókum með, við erum í Midtown á hótelinu þar, einhvers þar, ég má ekki segja nákvæmlega en við einhvers þar í Midtown erum hótel og þar í Boston? Nú er ég komið til New York New York, takk fyrir á Manhattan og þar dró hann mig með á ógeðslega flottan og cool og þarna ef ég myndi fá 2 nótta eða bara fara til New York og myndi vilja fara þangað þetta er mexikansku dænir yes og hann var, þú veist, þegar við vorum að fara heim bara alls ekki neitt þannig það var ekkert einhver svona auka áreiti það er engin einhver svona þarna í mariachi party eða hvað sem þetta heitir allt og þarna þú veist, þetta var bara cool diner með taco og góð taco en með svona diner vibe lítill, ekki það mikið stórt og ég hugsaði, næst ég kem til New York og á sko dag þarna og þarf ekki að vinna eða bara að fara í frí þá verið til ég að sitja þetta í svona 4 klukkutíma og drekka bjór eftir ég er búin að fá mér taco fá mér bjóra, fá mér aftur taco eitt Corona einhver svona sól San Miguel eitthvað sem þetta heitir allt hvað sem þetta er það hljómar ógeðslega vel þannig að það er eitt dænir þú verður að senda mig á hvað hann heitir já, ég þarf að gera það og svo er ég að fara til Chicago núna eftir viku og þar er ég búin að finna dænir rétt á hótelinu þannig ég ætla að senda það líka með það Ertu búin að venjast þetta er skemmtilegt sko. Ég elska þetta Ertu búin að venjast eitthvað þjórfémenningunni í Bandaríkjunum Við fyrir alltaf í keng þetta er bara 18% sko. Ég fyrir alltaf í keng og sko núna daginn við þjóðum Boston ég er samt líka komin á það ég skrifa bara, ég segi bara þú veist, að þetta er, það sem mér finnst svo leiðilegt er að eins og hérna á Íslandi það borga ég bara og það er ekkert meir ég bara borga reikningin og ég lapp út ekki 7% söluskattur þannig að þetta er sko
þannig að þegar ég er fullur á einhverju bar í Bandaríkjunum þá bætist á einhver svona auka 3 til 5 mínútur sem ég er að gera upp og það ég fæ einhver svona í tvíriti sem ég veit ekki alveg þú veist að ég skrifa þetta rit eða þetta eða bæði svo er hún oft, þú veist, svo er ég komið augaði punkt vegna ofdrykju og þá sem sagt þarna það ég að hugsa og ég núna bara komið ég skrifa bara einhverju tölu þið finna út úr þessu og svo oftar en ekki aldrei dreigð að mér þú veist, ég bara það gott trikk á börum allavega já, þú veist, ég horfi ofta á bara, þú veist, það ekki búið að draga að mér þannig að ég afhverju ætti að, þú veist taka, nákvæmlega, mér finnst það gott move sko, ég fyrir alltaf ekki og þetta er lifehack fyrir liði sem er Indokort sumir barar í Bandaríkjunum eru búin að spotta Íslendinga og segja we're not gonna use the card with the smiley face why not? Og það vitaði það að Indokortin það fer ekki þjórfi að there you go, þannig að þú getur verið sleið þig og sagt ég ætla að gefa $500 það er sann svo ljótt sem er hræðilegt, svo er bara svona 10% bara svona oh my god, ég er búin að borga húsaleiguna, svo bara Indó aldrei dreigað en þú veist, ef þetta er spurningum $100 já, nákvæmlega en svo finnst mér líka, hvað er að gefa þjórfi og hvað ekki, af því að þjónustan í Bandaríkjunum það er issueið og það er alveg góð punktur að fyrir ná þjónustan, ekki bara í Bandaríkjunum heldur bara yfir höfuð, bara í mörgum löndum er orðin minimal þetta er orðið þannig að þú ert að fara sko, ég get fara á bar, eru svo þið fucking QR-kóðar þú veist, og ef það er QR-kóð það kemur að þú mátt alltaf segja nei þá bara no thanks þá er líka enginn að horfa í augun að þér og ég gef ekkert, þú veist, einhver gæi sem er að dæla bjór þú veist, mínum effort komdu á barinn, komdu við borðið geðu mig bjór þannig að ég ætla að segja sko að það er QR-kóði en líka þessi, svo getur líka svo spjaldtölvur komur út allt, þannig að þú ert að fara á einhverju bara eða veitingstæði ég er bara fyrir einhverju spjaldtölvu bara I'm at table 15 I'm gonna have this, bum bum, þannig að þetta er smá eins og ég sé að fara bara á KFC í smárunum að fá mér að borða eðlilega er ég ekki að gefa tips en það er líka svo auðvelt þegar þú ert ekki að horfa á manneskuna sko þú þegar maður að gefa þjórfé og svo það maður að sitja í þögninni með manneskunni eftir það og þá fer maður í king en það er líka issue finnst mér að vera hvenær maður gefið þjórfé eins og það er svo gæri á hótelinu við vorum í Boston á Colonnade Colonnade gott hótel, þarna var íslenski fáninn komið fyrir utan það var band í bænum ég fara á þetta hótel sko, þetta er mjög næst gott hótel, ég fekk svítun sem bara óvar, ég var eitt sko ég fekk svona 2 herbyggi og svona barherbyggi sem opnaðist svona með 2 hurðum eitt á hótelherbyggi í tónleika var verið að bóka þetta hótel fyrir ykkur? Já hvað er flott, þetta sem eru stjörnur svo var það, NBC en sko það var ógeðslega gaman var þetta NBC að bóka ykkur? Nei, það var eitthvað íslenskt það var Svanhildur Hólm og Logi Bergmann já, hún þetta var ekki þessari nei, hefði átt að koma hún var með okkur í Nashville hún er rockari sem sagt, hvað heitir þetta sendi herra Íslands í Bandaríkjunum við fórum í karaoke Svanhildur Hólm er einn mesti rockari risa sjátt á hana, ógeðslega skemmtileg og Loga og ég var að vinna þess með Loga í sumar í bylgjunni gott fólk þvílíkur meistar sem Logi er það eru ekki bæði ég þarf að næsta þætti við erum að minna á það ég ætla að fara í gegnum nokkra Logasögur já og í raun og veru næst þegar Logi Bergmann kemur bæði Logi og Hólmarinn Svanhildur Logi myndi koma í þættin þá, já þeir bæði myndi koma já, við erum góðu þetta er líka sko, þetta er sko já, við fáum þau sko bara okkar fólk en þau voru með ykkur í Nashville hún Svanhildur já og við fórum að karaoke og fórum að borða fórum í svona rockból fer stundum í rockból svona rock bara einhver svona mætti í Nashville já, við þurfum að fá hana og eða Loga saman eða að við förum saman til Washington og fáum bara spjall í sendirárbústað það er minnsta sem þau getur gert ég og Logi náðum mjög vel saman og eins og segja ekkert bullshit þar ekkert bullshit og í næsta þætti það kom að Logasögur því hann var og ég er tilbúin að hlusta þess og ég veit nákvæmlega hvað þetta var að segja meistarataktarnir í Jónu ég ætla að segja bara svona tís fyrir hans að þátt út af því að hann verður tilengað Loga Bergmann að Logi Bergmann er held ég þú veist, tala kittasvegg þú veist, þetta er allt annars svegg þarna þetta er bara, þú mætir og þetta er reynslubolti sem veit nákvæmlega hvað hann syngur og hann er upp á 10
finnur ekki örugari mann í sínu einskinni sko. Þannig að þú veist, mér langar líka að klifra upp á hann. Já, og það væri klifur. Það væri klifur. Já, það væri klifur. Og svona reikin á milli. Þegar Logi reikin. Hann var alltaf að veipa inn í stúdíónu í bylgjunni. Skýt sama. Herru, Cliffhanger. Hrifin. Cliffhanger, næsta hætti. Þá ég til í að fara út í hvað var að gerast á Actionu og í Scene. Já, þegar þá ertu búin að fá borgað. Þá ég vonandi búin að fá seinasta launaseðilinn og get farið aðeins út í það. Þú er ekki alveg núna. Þannig að, ok, Svo ætla ég að fara yfir Guðskus-tónleikana sem eru að hóða morgun. Þú ert að fara á morgun á Guðskus? Já, ég ætla að fara rétt líka á sama tíma yfir sko hvað að finna því ég fór á Birni-tónleikum daginn. Birnir. Já. Það var unglingafestival. Það varst þú mættur á, eins og ég í Vestmannum. Já. Og þannig að ég hlakka til að, það verður nóg að fara yfir. Og Logasögur og ég þá á leiðinni til Chicago. Hell yeah. Og verður með einum hot co-pilot. Ok. There you go. Og þá þurfum við aðeins að fá að checka á þínu einhverju lífi. Ég langar að henda loka sjátátt á veður. Hvað heitir þessi kokteil sem þú komið með handa okkur hérna? Þú ert með að skrifa það, ekki? Skrifa ekki niður. Nei. Ég fór svona ADHD kvíðakast. Ok, ég basa. Og fór eitthvað, ég veit það, og ég fór í notes og svo bara byrja svangvít að segja eitthvað. Já. Og ég skrifa bara eitthvað. En þetta sko, ég get sagt Tequila. Býtu, haldið ég spyrja hérna finnir ekki meir. Þetta tequila, passion fruit, sorbet, nei. Passion fruit og kirsebæra sorbet, vassmelónu sóta. Einhver svona sorbet, já. Svo kemur hérna samt. Maður sjá hvað þú skrifaði þetta. Ég elska að, já. Þú veist, ég var með. Já, ég ætla að decóta þetta fyrir þig. Það var tequila. Ég veit ekki hvað samt þýr. Nei, ekki heldur. Það var lime, celery bitter, vassmelónu sóta og tahín. Allavega, þessi kokteil heitir Mella eða eitthvað. Nei, hann heitir ekki Mella, hann heitir bara hann heitir eitthvað og hann er mjög góður. Já. Og ég held að hann sé svolítið guggu-friendly. Hann er hvítinskonu-friendly og eins og ég segi alltaf, ef við hefðum ekki hvítinskonur á börum Reykjavíkur eða bara í börum heimsins. Eða hlustendur Syndasellas sem einhvers konar lagastarfsmenn þá í raun og veru einu sinni leigubílstjórar, ég held að þeir sem múin að gefast upp á okkur. Þannig að þetta eru lagastarfsmenn, hvítinskonur, flugfreyjur, shoutout, Adda Sofía og rafvirkjar líka. Og iðnaðarmenn, þetta eru iðnaðarmanna þú veist, ég held að séu svona 2 iðnaðarmanna podcast, kannski 3. Það eru við, hlaðfréttir og beint í bílinn. Ok, já. Þetta svona bara, þú veist, iðnaðarmenn elskar hlusta. Svo einstakar flugfreyja. Einhvern tíðan höldum við partí á veður, fyrir svona Syndarsela-kvöld. Þá allt í henni verða sko iðnaðarmenn þetta komið í sleik við hvítinskerlingu. Já, og þú veist, og bjóðu líka nefndi tækniskólan. Já, náðum ungum. Já, náðum ungum, beintinn. En að því segja þá bara hrikalega finnst mér gaman að vera komin aftur og ég ætla að klára eitt annað. Það er ótrúlega gaman að vera komin aftur og vera ekki í einhverju stúdíu á Suðurlandsbraut í flóðlýsingu. Í skítalýsingu sem sko þú kvartaðir alltaf réttanlega yfir. Og var aldrei lagað. Hérna erum við í huggulegri birtingu, í kjallaranum á veður. Smá svona, en viðstu það, þetta fílaði, það er smá svona skvaldur fyrir ofan. Allt í góðu. Og þannig að þetta er svona heimilislegt og nú er ég búin að panta auka mikrofón. Og það er allt að gera. Þannig að við getum tekið gesti hérna. Og svo erum við líka, þannig ég klára þetta alveg, komin í kjör aðstöðu að því að vera á veður, taka mögulega upp stundum, svona sent, og fara beint út í nóttina. Já. Bum. Wow. Bum. Þannig að veður er okkar nýju bar. Algjörlega. Já, svona prime, þetta er prime kostnæðaraðili. Já, hálflega. Herru, Syndarselir, næsta vika. Já. Við erum eftir að ákveða hvenær við ætlum að gefa þættina út. En það verður einhvern tímann. Skiptir engu máli. Nei. Guð bless ykkur. Yndislegt að vera komin aftur með þér, Sven. Mig, Danni minn. Love you. Bye. Love you. Bye.